tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta, ferðatöskur, koddaslagur, rally og sjálfvirkur gluggaopnar fyrir ketti meðal þess sem kemur fyrir í nýjasta þætti sjónvarps Víkurfrétta. Í fyrrihluta þáttarins förum við á Bryggju rally í Keflavík og tökum skóflustungu að nýju flugskýli Icelandair á Keflavíkurflugvelli. Þar stærsti vinnustaður iðnaðarmanna á Íslandi. Í síðara hluta þáttarins heimsækjum við 11 ára uppfinningamanni í Vogum, tökum stöðuna á framkvæmdum í flugstöðinni og förum á sjóarann Síkáta í Grindavík. En við byrjum í rally. Aksturs Íþróttafélag Suðurnesja vaxandi félagskapur fólks sem hefur gaman af ýmiss konar aksturs íþróttum. Innan félagsins eru til dæmis fjölmargir fjórhjólaeigendur sem yfir vetrarmánuðina fara í skipulagðar fjórhjólaferðir. Á sumrin taka svo aðrar akstursíþróttir við eins og rallycross og torfæra. Þá komin hefð á það að fyrsta rally sumarsins fer fram á Suðurnesjum. En það fór einmitt fram síðustu helgi þar sem 14 áhafnir hófu keppni og þar af 5 skipaða Suðurnesja fólki. Náttúrulega bara frábært rall, sérstaklega vel haldið rall og við byrjar alltaf á Suðurnesja rally og hefur verið hefð í mörg ár. Þetta rall var einstakt kannski fyrir það að það voru fáar leiðir en skemmtilega leiðir, flottar leiðir og svo náttúrulega erum við með innanbæjarleiðina sem alltaf vinsælust og það náttúrulega rosalega gaman að segja frá því að þið eruð að breyta þessu umhverfi með þessari beinu útsendingu sem núna tröllríðu öllu. Og það var nú ekki leiðilegt að í þessu rally voru 5 af 14 frá AFS, 5 áhafnir. Og voru svolítið mannfáir að halda rallið, en það út af góðu að því það voru svo margir sem voru að keppa. Og svo náttúrulega erum við að sjá svakalega árangur hjá okkar mönnum, eins og til dæmis Árni og Henning vinna Suðurnesja rallið, sitt rall þannig séð. Og ég býst ekki við öðru en að þeir verði Íslandsmeistarar í ár. Og svo erum við að sjá þessa nýliða alveg eiga sviðið og 2 af 4 áhöfnum fá verðlaun, þannig að ég svakalega ánægður. Hvernig að ralla á Suðurnesjum? Hvernig eru aðstæðurnar? Aðstæðurnar eru bestar á Suðurnesjum til þess að ralla. Djúpavatnið náttúrulega bara einstætt og það bara komin margra tuga ára hefð að ralla á Djúpavatni og ég ætla að vona að það verði ekki breyting á því. Okkur vantar meiri svona, mér finnst okkur vantar svolítið Stapan til dæmis, mistum hann út og svo vantar okkur svona nokkra fleiri leiðir en annars það alltaf besta veðrið hérna og hérna eru bestu leiðirnir. Þið náttúrulega að keyra höfnina sem orðið svona Monte Carlo leiðin hérna í bænum og svo annars staðar innan bæjar eins og hérna á Nikkelsvæðinu. Já. Ég held að höfnin eigi eftir að verða bara ennþá meira. Við þurfum að lengja þá leið. Og þarf svolítið að fólki til þess en ég held að það væri metnaður því á næsta ári að ralla jafnvel allar leinur á dús með þrengingum og ég held að það bara gæti orðið að sjá eins og núna höfnina, þetta var alveg ótrúlega mikið af fólki sem var að koma að horfa á og ég held að það sé bara myljandi framtíð í þessu. Næsti viðburður Aksturs Íþróttafélags Suðurnesja torfærukeppni sem haldin verður í Stapafelli þann 16. júlí í sumar. Þar von á öllum bestu torfærubílum landsins til keppni í skemmtilegri braut. Aksturs Íþróttafélagið selur aðganga þeirri keppni en félagið hefur undanfarin ár lagt góðum málstað lið. Þannig hafa langveik börn og Krabbameinsfélag Suðurnesja notið góðs af miðasölu á torfæruna og í sumar mun Þroskahjálpar Suðurnesjum fá hluta aðgangseyris. Guðbergur segir að með tilkomu félagsheimilis Aksturs Íþróttafélags Suðurnesja hafi allt félagsstarfið tekið breytingum. Og þangað til 2009 þegar við fórum nokkrir og ákváðum að endurræsa félagið
og þá rukum við í það að kaupa félagsheimili og erum hérna með félagsheimili sem við leigjum til félagsmanna undir alls konar eins og til dæmis rallybíla og fjórhjól og rallycrossbíl, jeppa og menn eru hérna að gera við græjurnar sínar og eru með leigu sem haldið í hófi til félagsmanna. Og svo erum við með félagsaðstöðu hérna sem við erum búin að vera að vesenast í allan vetur og sem orðin alveg fullkomin félagsaðstaða. Hvernig gengur ykkur að halda upp í félagsstarfi svona í félagsheimilinu ykkar? Það gengur svakalega vel. Við erum búin að fara úr því að í október, nóvember vorum við með 2-3 gesti svona á kaffispjallskvöldum á miðvikudögum í það við erum að sjá milli 30 og 50 manns á hverju kvöldi. En það náttúrulega bara út af því við erum búin að vera svolítið ofvirkir í að auglýsa og láta vita og vera alltaf með einhverja svona uppákomur. Það alltaf ykkur svona dagskrá? Hverju miðvikudagskvöldi frá 8 til 10 opið hérna og yfirleitt einhver kynning eða einhver gestur eða þá bara kaffi og það verið að skiptast á sögum. Það svona aðalega sögur úr Svindon sem hafa verið vinsælar hérna en við kunnum alveg að segja sögur af sjálfum okkar. Fyrsta skóflustungan að nýju flugskýli Icelandair á Keflavíkurflugvelli var tekin í vikunni. Að ræða viðbyggingu við hlið núverandi flugskýlis sem byggt var árið 1992. Áætlanir gera ráð fyrir að hægt verði að taka skýlið í notkun síðla árs 2017. Það mun skapa á annað 100 störf og hýsa meðal annars lager, verkstæði, skrifstofur og mötuneyti. Vöxtur Icelandair hefur gert það að verkum að það rými sem félagi hefur til viðhalds á Keflavíkurflugvelli annar ekki þörf félagsins fyrir viðhaldsskoðanir og breytingar á flugvélum og hefur félagið þurft að senda vélar erlendis í auknum mæli í slík verkefni. Veturinn 2015 til 2016 voru til að mynda 14 stór viðhaldsverkefni send erlendis og keypt viðhaldsvinna sem nemur 150.000 vinnustundum eða 75 ársverkum. Með byggingu skýlisins markar Icelandair þá stefnu að sinna sem mestu að viðhaldi flugflota síns á Íslandi. Þetta hefur gríðarlega mikla þýðingu því við höfum verið að senda mikið af verkum erlendis, stórskoðunum og annað og breytingum á vélum. Og við erum fyrst að fá þetta hreint núna varðandi framtíðarskipulag á Keflavíkurflugvelli og hvort við getum stækkað og við getum það og ákváðum því að fara í þetta verkefni. Jens, þú ert hérna aðalmaðurinn. Hvað getur þú sagt okkur þessa viðbygging? Hvað þetta stórt og hvaða þýðingu hefur þetta fyrir ykkur? Já, nýja skýlið er það bil 10.500 fermetrar gólffleti, 13.000 fermetrar rúmlega í heildina og þarna verður stærsti hlutin náttúrulega skýliskóli sjálft. Þar komast 2 flugvélar inn í einu í stórar viðhaldsaðgerðir. Það meðal 767 sem við erum náttúrulega að taka inn í auknum mæli núna og svo 757 jafnvel við hliðina á henni. Nýju vélarnar okkar 737 Max vélarnar komast líka mjög þægilega fyrir þarna inn og getum við jafnvel tekið 3 þar inn í viðbútt. Þýðingi fyrir okkur út af þessu að við getum tekið hingað heim verkefni sem við höfum verið að senda út í gegnum undanfarin ár samhliða vexti Icelandair. Þess að geta til dæmis í ár þá sendum við 14 stór viðhaldsverkefni út í heildina 150.000 manntíma eða 75 ársverk. Og þannig að það mikill fengur í því fyrir okkur að fá þetta heim undir okkar stjórn með öllum þeim sveigjanleika og samlegðaráhrifum sem því fylgir. Hvernig hefur gengið að manna, að fá menn í störf? Já, það skemmtilegt frá því að segja. Það náttúrulega stærsta starfsstéttin í flugskýlinu eru flugvirkjar og fyrir nokkrum árum síðan það fór Icelandair í átak með tækniskólanum og reyndar fleiri flugvirkjaskólum síðan hér á Íslandi að reyna að þróa og styðja við vöxt á flugvirkjanámi hér á Íslandi. Meðal annars koma flestir nemendur sem að stunda nám hérna á Íslandi í verklega þjálfun hérna og við höfum verið mönnum innan handar með annað. Þetta hefur þýtt það að það hefur hægt að kenna greinina alla leið hérna á Íslandi og gert hana í raun og veru mjög vinsæla eftir mjög mörg erfiða ár þar sem erfitt var að fá mennin. Og þar af leiðandi mikið af öflugum flugvirkjum á hliðarlínunni sem að vonandi getum við ráðið einhverja þeirri vinnu hér. Nú samhliða því að það eru ýmsar aðra starfsgreinar sem koma hérna inn og sem betur fyrir hefur borið gæfu til að vera vinsæll vinnustaður og fengið margar umsóknir í öll þau störf sem við höfum auglýst.
Birgir, þið voruð að flytja einhverja starfsemi til Hafnarfjarðar, þið eruð að stækka hérna í Keflavík. Hvað svona í framtíðarmúsíkin ykkar varðandi það, höfuðstöðvar og annað? Verðið á mörgum stöðum? Við erum að fara yfir þau mál. Við höfum verið að stækka mikið á undanförnum árum og þessar myndir erum við að skoða hvar framtíðar höfuðstöðvar muni liggja, en eins og staðan núna erum við í Vatnsmýrinni og það góður kostur. En varðandi eins og byggingu, þessi verðandi bygging hérna, þessi viðbygging, þurfti þetta að detta inn í svo kallað masterplan á Keflavíkurflugvelli? Já, í raun var óvissa með hversu stórt landsvæði þyrfti undir flugvellarstækkunina og hvort að skýlið yrði á þeim hluta, og eftir viðræðu við Isavia þá fengum við leyfi til að byggja og framtíðar staðsetning skýlisins verði hér. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bíllinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Traustar og öruggar samgöngur eru lykilatriði í velgengni samfélagsins og okkar. Við búum á eyju í miðju Atlantshafi og höfum alltaf verið háð góðum samgöngum. Nú eru flugsamgöngur stór hluti af tilveru okkar og á stóru svæði eru þær háðar þjónustu okkar. Starfsemi Isavia fer að miklu leyti fram án þess að þú takir eftir henni og þannig á það að vera. Við rekum flugvelli sem tengja landshlutana og tengja landið heiminum. Við stýrum flugumferð í einu stærsta flugstjórnarsvæði heims sem tengir 3 heimsálfur, Evrópu, Asíu og Norður-Ameríku, og tryggjum að 30 milljónir ferðalanga komist leiðar sinnar á hverju ári. Isavia, hluti af góðu ferðalagi. Unnið hefur verið að umbótum á farangursflokkunarkerfi Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Nýr farangursflokkunarsalur hefur verið tekinn í notkun og síðustu daga hefur verið unnið að því að tengja saman ný og eldri kerfi. Það hefur valdið einhverjum töfum en nú átt að sjá fyrir endan á þeim. Hið nýja kerfi hefur rúmlega 2-falda flokkunargetu á við gamla kerfið og er nauðsynleg viðbót í þeim vexti sem nú er á Keflavíkurflugvelli. Hverju breytir þetta fyrir ykkur? Í fyrsta lagi náttúrulega bara að auka afköstin, þannig að við getum ráðið við sumarið, og svo í annan stað, og ekki síður mikilvægt, þá var gamli flokkarinn okkar ekki hannaður fyrir gámavélar, þar að segja breiðþotur sem WOW og Icelandair eru að taka í notkun í sumar. Þannig að við þurfum að stækka hér rýmið allt og stækka flokkarann til þess að ráða við stærri vélar með stærri og lengri rennum, þannig að hægt sé að fylla á farangursgáma hér inni. Hvernig er svona umfangið í þessu að breytast hjá ykkur? Já, þetta er náttúrulega bara eins og öll önnur. Það er 37% aukning á farþegum spáð í ár og stór hluti af því er tengifarþegar, en það gerir það líka verkum hérna umfangið í farangursflokkarunum mun meira vegna þess að stærðin á leiðakerfinu hjá Icelandair og auðvitað WOW líka er orðið þannig að handflokkun á milli véla beint út á stæðan og slíkt gengur ekki lengur, þannig að allar töskur er að koma hér inn á flokkarann sem var ekki gert í áður fyrr, þannig að þetta eykur líka álagið á flokkaranum með nýjum tengitöskum sem er að koma inn á svæðið, þannig að þetta er alltaf stækka mun hraðar heldur en ella væri. Hvað mun þetta nýja kerfi, hvað mun það ná að annað miklu? Lifir þetta fyrir ykkur í ykkur ár? Við skulum vona það, jafnvel vona ekki, vegna þess að þetta er frábært þegar það er vöxtur í ferðaþjónustunni og vöxtur í gegnum Keflavíkurflugvöll. En við erum núna nánast að 2-falda afköstin og
Við erum að meira en tvöfalda lengdina á farangúsflokkarunum sem gerir það nú verkum að við erum nú að vonast til þess að þetta dugi okkur ykkur 5-7 ár en þetta mun ekki geta annað meira heldur en kringum 5.100 töskum á klukkustund í allra mesta lagi. Þannig að við þurfum bara að sjá hvernig þróunin á farþeganum verður á komandi árum. Þetta gríðarlegu vöxtur í ferðaþjónustunni og það mikil uppbygging hérna við flugstöðina. Hver svona staðan á okkur núna þetta vorið og sumarið byrjun? Herru, við náttúrulega bara förum fullir bjartsýni inn í sumarið en þetta gríðarlega mikið af framkvæmdum í gangi. Við erum hér að byggja yfir 3.000 fermetra til að stækka farangúsflokkarann og vera með nýja aðkomu inn á svæðið og sorpgeymslu og vörumóttöku. Á sama tíma erum við að taka 3 fjarstæði í notkun til viðbótar og erum í byggingu á Suðurbygginguna sem við erum að stækka næstu í 7.000 fermetra og erum nýbúnir að taka 5.000 fermetra á nýjum rútuhlöðum í notkun. Þannig að á þessari stundu erum við yfir 16.000 fermetra undir framkvæmdum og það gríðarlega erfitt að vera í fullum rekstri, vera í þessari miklu aukningu og saman tíma vera í þessum framkvæmdum. En við náttúrulega erum bara með frábært fólk og góða samstarfsaðila hérna á flugvöllinu sem taka þátt í þessu og vilja vaxa með okkur. Eru svona einhverju flöskuhálsar að trufla ykkur þetta sumarið? Herðu, það sem þá verið landamærin auðvitað vera flöskuháls og það hluti af því ástæðan fyrir við erum að byggja Suðurbygginguna til norðurs til að stækka landamærasalinn og eins og við höfum kannski vitað í dágóðan tíma þá eru hliðin, það er að segja svæði í kringu sjálf biðsvæðin orðin og lítil fyrir þann farþegafjölda sem í húsinu og komuböndin, þau eru orðin að töluverðum flöskuháls og þetta ástæðan fyrir að við erum í þessum framkvæmdum hér í kring en svo sjálfsög bara húsið komið að þolmörkum á álagstímum. En það eru ýmsar framkvæmdir að ná eða ekki einhverjum lokapunkti núna bara á allra næstu vikum? Jú, það náttúrulega sérstaklega rútubyggingin sem ég nefndi með 6 hlið og á 3 hæðum sem verið að klára núna þess dagana og fjarstæðin 3 stæði til viðbótar fyrir flugvélar í kringum og svo hérna farangúsflokkarinn sem við stöndum inni að það ætti allar framkvæmdir hér að vera búnar eftir það bil 3 vikur og með komuböndin vonandi í kringum miðjan júlí. Björn Þór Hrafnkelsson, 11 ára drengur úr Vogum, vann til 2 verðlauna í nýsköpunarkeppni grunnskólana á dögunum. Verðlaunin fékk hann fyrir hugmynd sína sjálfvirkan gluggaopnara fyrir ketti. Opnarinn fékk heitið Murrin X eftir kettinu Murra sem býr hjá Birnu og fjölskyldu. Björn hlaut önnur verðlaun í sínum aldursflokki og Guðrúnabikarinn sem var veittur þeim hugmyndasmið sem talinn var að hafa skarað fram úr fyrir hugmyndaríki, dugnað, kurteisi og samviskusemi. Ég og pabbi vorum bara að bara reyna að finna einhverja hugmynd og svo sagði hann en hvað eitthvað fyrir dýr, sagði pabbi. Og ég sagði, og þá horfði ég á köttinn minn og þá var ég alveg hvað með gluggaopnara fyrir ketti og þá byrjaði þetta alltaf að koma. Hann stundum í vandræði með að fara út, kötturinn? Já, hann hoppar alltaf upp í glugga og mjálmar þannig að ég kem og opna fyrir honum. Og heldur að þetta verða veruleika hjá okkur? Búið til? Ég búin að segja það á sjónvarpi að við ætlum að búa til og já, hér og á RÚV þannig að pabbi verður að gera það. Þetta á að vera pumpa en ég fann ekki neitt betra heldur en þetta. Og svo þetta stýribox með skynjara en þetta virkar ekki í alvörunni. Og þegar kötturinn kemur á gluggakistuna sem hérna, þá skynjarinn að ólinn sem kötturinn með nálægt og þá opnast glugginn og þá getur kötturinn farið út. Og þetta held ég, við stýrum ég og pabbi ætlum að búa þetta til og við ætlum kannski að láta pikkarúgefa stýra þessu sem mjög svona kubbur sem bara prógrammar inn í og já, það sendir bara skilaboð hingað og lætur það opna og svo á að vera mót, stillingar, köttur má fara inn en ekki út og eitthvað þannig dót. Og svo hægt bara að opna gluggana því að gluggar eru þannig að það væri svolítið ömurlegt að það væri ekki hægt að opna hann og þannig, já, og það verður bara stýrt með einhverju prógrami.
Alls bárust 1750 hugmyndir í keppnina og voru 27 valdar til þáttöku í úrslitakeppni. Það var því mikið afrek bara að komast í úrslitakeppnina. Það kom Birni svo skemmtilega óvart að vinna til 2 verðlauna en það var forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, sem afhenti verðlaunin. Ég var eiginlega sáttur við að fá bara fyrstu verðlaunin og svo þegar Ólafur Ragnar Grímsson sagði annað sæti fyrir 5. bekk fer til Björn Þór og ég var bara ógeðslega hissa og og já, það kom mér svolítið óvart. Ég hélt ég væri bara búin að vinna, þú veist, ég var mjög sáttur fyrir það en gaman að fá líka annað sæti. Þannig að það hefur verið forsetinn sjálfur sem afhenti verðlaunin? Já, það var mjög fyndið að sjá einhvern í raunveruleikanum sem að sér bara í sjónvarpinu eða eitthvað þannig og heilsa honum eða eitthvað. Í nýsköpunarvinnunni hefur Björn fengið góða leiðsögn frá pappa sínum. Ég og pabbi erum svona aðeins að byrja að búa til, svona fikta aðeins í vírum og eitthvað svona. Byggum við þess til svona skynjara sem er með svona, þetta á að vera svona fake sprengja, þá er skynjara á þessu og þá labbar maður hjá, hann byrjar að telja niður tíðinni svona og mjög fyndið, bara skemmtilegt. Og þegar Björn svo spurður hvað hann ætla að verða þegar hann verður stór, þá stendur ekki á svarinu. Forritari eins og pabbi minn. Sem er eiginlega í ættinni. Afi minn var forritari og pabbi minn var forritari af því að hann var forritari og þá ætla ég að vera forritari. Mér finnst það bara skemmtilegt, eða sé bara að það sé skemmtilegt. Ertu eitthvað byrjaður að forrita? Ég var svona pinku en nú er ég meira í svona dóti og einhverju. Og hvar ertu að smíða þetta? Ég er bara örugglega í bílskúrnum með pabba mínum. Ég kann ekki allt. Er hann þá að hjálpa þér? Já, hann mun hjálpa mér mjög mikið af því að ég er svona nýbyrjaður eiginlega að fikta. Sjóvarinn Síkáti, bæjarhátíð Grindvíkinga, fagnaði 20 ára afmæli sínum nýliðin helgi og má með sanni segja að hátíðin hafi verið glæsileg í alla staði. Bærinn skartaði sínu fegursta og veðrið lék við heimamenn og gesti og þá sérstaklega á föstudeginum. Grindavíkurbær segir á vefsvæði sínu að gestir hátíðarinnar í ár hafi verið 40.000, enda iðaði allir bærinn lífi alla helgina og rúmlega það. Myndirnar sem lifa undir þessu innslagi eru teknar á sjómannasunnudeginum í Grindavík. Eins og áður segir fagnaði sjóvarinn Síkáti 20 ára afmæli ár og var dagskráin vegileg í samræmi við það. Raunar teygði hátíði sig alveg aftur á miðvikudag, en það var nóg að vera út allan bæ allt fram á sunnudagskvöld. Mikil stemming myndaðist á bryggjuballinu á föstudeginum, en Páll Óskar keyrði upp stuðið bæði þar og svo á risa dansleik í íþróttahúsinu á laugardagskvöldinu. Á sjálfan sjómannadaginn var svo blásið til koddaslags og kararóðurs að gamalli hefð við höfnina, auk þess sem fjölbreytt dagskrá var á sviði og út allan bæ. Forseti Íslands flutti hátíðaræðu sjómannadagsins í Grindavík, en sjónvarp Víkurfrétta ræddi við Ólaf Ragnar Grímsson sjómannadaginn og Grindavík, en forsetinn á sterka tengingu til Grindavíkur. Sjómannadagur, hann er svolítið íslenskur. Hann er náttúrulega séríslenskur. Ég veit ekki neitt annað land í veröldinni sem heiðrar sjómenn með þeim hætti sem við gerum á Íslandi og á margvíslegan hátt og í mörgum byggðarlögum, eins og til dæmis hér í Grindavík og Patreksfirði, Neskustad, Vestmannaeyjum er sjómannadagurinn í raun og veru stærri dagur heldur en 17. júní. Og það er kannski eðlilegt vegna þess eins og ég hef stundum bent á og við gerum okkur kannski ekki grein fyrir í dag að lýðveldið, þetta unga lýðveldið sem stofnað var 1944, það stóð á mjög veikum efnahagslegum grunni. Það átti eftir að byggja upp nánast allt í landinu, vegakerfi, heilsugæslukerfi, að mestu leyti skólakerfi, átti eftir að reisa íbúðarhús og vistarverur fyrir fólk sem væru svona mannsambandi og við gátum ekkert selt til útlanda nefn bara fiskinn. Og við þurftum gjaldeyri til þess að byggja upp nútíma samfélag á Íslandi. Og hér voru erlend skip að veiðum bara upp í 3 mílur, þannig að menn gáttu séð þau með berum augum og horft á þau veiða. Og þegar við gerðum svo djarfir fyrst að færa út 1 mílu, þá var bara löndunarbann í Bretlandi. Menn erum mikið að tala viðskiptabann á Rússland, en þetta löndunarbann í Bretlandi var bara miklu harkalega heldur en við höfum séð núna á undanförnum árum.
Og ef við hefðum ekki haft sjávarútveginn og allt þetta góða fólk, sjómenn og fiskvinnslufólk og sjávarplássin sem voru kjarninn í sjávarútveginn og það kostaði mikla fórnir eins og við erum enn mynd á þessum sjómanndeginum, margir sem hafa látið lífið í þessari glímu við hafið. Það mér til efs að efnahagslegar undirstöður hins unga lýðveldis hefðu haldið. Og það lærdómur sem mikilvægt að við gleymum ekki. Að þó við deilum sjávarútveginn og fiskveiðistjórnarkerfið, þá það fyrst og fremst sjávarútveginn sem gerði íslensku lýðveldi, sjómennirnir og fiskvinnslufólkið kleift að lifa af efnahagslega. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað sem dreift ókeypis inn á heimili og fyrirtæki á Suðurnesjum í hverri viku, Víkurfréttavefinn www.vaff.is og fyrir kylfingana þá golftíðin í fullum gangi. Við erum með kylfingur.is. Þar að finna nýjar fréttir alla daga vikunar. Eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta og stök innslög má sjá í háskerpu á vef Víkurfrétta og einnig á YouTube undir sjónvarp Víkurfrétta. Við minnum ykkur á að koma svo ábendingum til okkur áhugavert efni á netfangið vaff@vaff.is. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst á vikuleiðinni, verið sæl.